Amen. Þannig að ræðan þetta. Já, velkomin heim. Já, ég ætla að tala það. Takk fyrir, bróðir. Ég ætla að tala efni sem lækning til framtíðar. Má ég heyra amen? Ég veit ekki með ykkur en ég vil lækningu til framtíðar. Ég vil að þessi sáramerki verði öðrum til blessunar og mér til styrkingar á göngunum með Guði. Og það það sem við ætlum að gera. Við ætlum að nýta allt sem við höfum farið í gegnum Guði til dýrðar og náð hans til vegsemdar. Hann veit alveg hvað hann að gera og hann stærri en allar okkar kringumstæður. Og mér langar til þess að fara í vers og tala efni í dag sem að við könnumst öll við og það sársauki. Og við ætlum að ræða það hér í dag hvernig við getum yfirstigið sársauka lífsins til þess að við látum ekki sársaukan skilgreina framtíð okkar. Ég ætla að segja þetta aftur. Þannig við látum ekki sársauka fortíðanar skilgreina framtíðina. Og mér langar til þess að fara í aðra Samúelsbók í 10. kafla og versi 11. Og þetta Davíð konungur eftir Guðs eigin hjarta. Og hann lesum saman. 2. Samúelsbók 10. kafla 11. versi. Nokkru síðar bar svo við að konungur Ammoníta dó og Hanún, sonur hans, var konungur eftir hann. Þá sagði Davíð, ég ætla að sýna Hanún Nahasinni vináttu eins og faðir hans sýndi mér. Davíð sendi því menn hans og lét þjóna sína færa honum samúð kveðjur vegna fráfalls föður hans. Þegar þjónar Davíð komi til lands Ammoníta, sögðu höfðingjar Ammoníta við Hanún húsbónda sinn, heldur að Davíð hafi það eitt í huga að heiðra minningu föður þíns þegar hann sendir menn með samúðarkveðjur. Ætli Davíð hafi ekki öllu heldur sent þjóna sína til að afla upplýsinga borgina og njósna hana til að geta brotið hana. Hanún lét þá grípa þjóna Davíðs, rak af þeim hálfskeggið, svo fyndið, hálfskeggið bara til helminga, og skera föt þeirra til háls allt upp að þjóðhnöppum, allt upp að rassi, sem sagt. Þannig allir skilji hvað þarna verið að tala Já, og lét þá svo fara. Þegar Davíð hafi verið sagt þetta, sendi hann menn til móts við þá, að því að mennirnir höfðu verið niðurlægðir á svívirðilegan hátt. Lét konungur skila til þeirra, verðum kyrt í Jerikó þar til skegg ykkar sprottið aftur. Þá skuluð þið koma heim. Mér langar til að varpa ljósi hér á í dag að við höfum öll veikleika hér í dag. Við búum öll yfir sama veikleikanum, vinir. Og það það að það hægt að særa okkur. Það hægt að meiða okkur. Það hægt að stíga á tærnar okkar, það hægt að segja hluti við okkur þannig að við getum hreinlega brotnað stundum bara á göngu í gegnum lífið. Og hver hefur ekki verið hér þar sem hefur verið talað viðkomandi með kannski ósanngjörnum hætti, jafnvel sagt hluti sem ekki við rök að styðjast og þú særður nánast til ólífis og þetta hefur stundum verið gert aftur og aftur og aftur. Og vinir, Guð hefur lofað okkur að í þessum heimi að þá munum við upplifa örðuga tíðir. En við megum ekki missa mátt því hann með okkur og hann hefur sigrað heiminn. Og vinir, þegar við áttum okkur að því að allar kringumstæður eru þannig að við eigum að geta sigrað þær, þá horfum við öðruvísi á kringumstæðurnar. Og vinir, Guð vill hreinlega kenna okkur að jafnvel þótt við rötum í ósanngjarnar kringumstæður, þá hann með okkur. Og hann vill gefa okkur lækningu og hann vill gefa okkur líf þrátt fyrir erfiðleika og ósanngjarnar kringumstæður. Þarna eru þessir menn einfaldlega að gera vilja Guðs. Og oft það þannig þegar við bröltum í blóð okkar og við viljum bara gera vilja Guðs, þá kemur mótstaða. Og vinir, mótstaðan kemur ekki til þess að drepa okkur. Mótstaðan aldrei gefin til þess að við beygjum okkur undir mótstöðuna. Mótstaðan gefin til þess að við rísum upp og förum yfir mótstöðuna. Það það sem að
Guð vill kenna okkur og hann kennir okkur aftur og aftur í orði sínu. Og Biblían talar með mjög skýrum hætti að við eigum ekki að leyfa þessum heimi að særa okkur til ólífis. Við eigum að halda augu okkar og frelsar okkar. Og við eigum að fylgja í fótspor hans. Og við eigum að leyfa honum að lækna öll okkar mein. Ekki bara líkamleg mein, heldur líka andleg mein. Sem bara orsakast ósjálfrátt þegar við göngum í gegnum lífið. Og við megum ekki gleyma því að Drottinn, hann hefur raunverulega sigrað allt og hann með okkur í för. Og í Lúkas 17. kafla þá Jesús að tala. Hann sagði við lærisveina sína, eigi verður umflúið að menn séu tældir til falls, en vei þeim sem veldur. Betra væri honum hafa mylnustein hálsinn og vera varpað í hafið, en að tæla einn af þessum smælingum til falls. Og þetta orð að tæla til falls hefur í rauninni með sársauka að gera. Það hefur með það að gera þegar við erum að pönkast á einhverjum sem eru kannski erfiðum kringumstæðum eða veit ekki hverju þeir eru, þá vanblessun sem fylgir því. Þið með mér? Halleluja. Þannig að það vanblessun í því að vera þannig á göngunum með Guði. En Jesús skýr. Hann sagði það verða erfiðleika, það verða ósanngjarnar tíðir, það verður hlutir sem voru sagður þig, það verður jafnvel hlutir sem verður gerði við þig. Ekki láta það hafa áhrif á þig, það bara hluti af þessu. En hafðu ekki áhyggjur því ég hef sigrað heiminn, segir hann. Halleluja. Þannig að það mun einhver niðurlægja þig. Það mun einhver særa þig. Það mun einhver reiða þig. Það mun jafnvel einhver misbjóða þér. Það ómögulegt að forðast það. Þess vegna þurfum við að læra hver guðleg leið til að takast á við það. Því að það guðleg leið til að lifa sigrandi lífi. Og við þurfum að tileinka okkur það sem orð Guð segir hlutina. Því hann segir við okkur, þeir eru konunglegt prestafélag. Þeir eru meira en sigurvegarar. Þannig að allt megna ég fyrir hjálp hans sem misstyrkan gjörir. Og þegar ég stend frammi fyrir kringumstæðum, þá minni ég mig á. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem að gera mig sterka. Ég get tækla hvaða kringumstæður sem Og reyndar það þannig að hvaða kringumstæði sem að geta gert mig sterkari á göngunum með Guði, hæfari á göngunum með Guði. Halleluja. Má ég heyra amen? Geta gert mig gladari á göngunum með Guði. Þetta hefur allt með afstöðu hugarfarsins okkar. Og Guð vil gefa okkur nýtt hugarfar. Og vinir, þegar við vöknum á morgnana, þá byrjum við ekki á því að fletta vísi.is eða MBL, ekkert að MBL eða vísi. Við byrjum að fletta í bókana. Við minnum okkur á hver við erum. Við minnum okkur á hver Guð Og þegar við stígum fram úr rúminu, þá erum við í krafti, við erum í djörfung og við erum tilbúin að sigra hver dag. Með gleðina að vopni. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að hvernig tökust við á við þetta? Vinir, það eru í Nýja-Sjálandi að þá 40% fugla, ég veit þetta alveg random að tala Nýja-Sjáland allt inni núna, en mér fannst ég verða að gefa þessa samlíkingu, það eru 40% fugla sem að fljúa ekki í Nýja-Sjálandi. Þegar þú ferð til Nýja-Sjálands þá bara fullt af fuglum labbandi ykkur og stubba af hverju, því að það engin mótstaða. Það mótstaðan sem kennir fuglum að fljúa. Það hættan sem kennir fuglum að fljúa. Það eru erfiðleikar sem að kenna fuglum að fljúa. Og vinir, það sem að gerist í mótstöðinni að við förum að vera vulnerable. Og oft á tíðum það þannig að þegar kemur mótstað í okkar líf, þá hlaupum við í felur. Það sem að Guð vill að við gerum að við hlaupum í fang hans. Ég ætla að segja þetta aftur. Það sem að við eigum að gera þegar við lendum í mótvind að við hlaupum í faðm hans. Og við förum að vona á Drottinn. Hvað gerist ef við vonum á Drottinn? Við fáum nýjan kraft. Og vinir, hér inni fólk sem þarf nýjan kraft á göngunum með Guði. Og ég ætla að tala yfir ykkur nýjan kraft.
Þegar við vonum á Drottinn þá fáum við nýjan kraft. Við fljúgum upp á vængjum sem ernir. Og vinir, kristi fólk þarf að vera algjörir sérfræðingar að fljúga upp á vængjum sem ernir. Örninn þannig að hann lítur á vont veður sem áskorun til að fljúga hærra. Örninn ekki með kjúklingum á jörðu niðri, hann flýgur einn. Hann þarf ekki fullt af félagskap, hann veit hver hann og hann flýgur upp, hann flýgur ekki niður. Og vinir, það líking í þessu. Við þurfum að læra að fljúga upp en ekki niður. Vinir, allar kringumstæður geta gert okkur sterkari í Guði. Það fer bara eftir því hvernig við tæklum þær. Og Guð þarf að gefa okkur náð til að tækla hlutina rétt. Og ég virkilega trúi að við verum þannig fólk að þegar við mætum herfileikum að þá munum við horfa á þar og segja, Drottinn frábært. Hvað ertu að kenna mér í dag? Halleluja. Og alveg sama hvort eitthvað særi mig hérna úti eða segir eitthvað neikvætt mig. Ég veit hver ég í Drottni. Og þú þarft að vita það líka. Halleluja. Því hann elskar þig. Hann býr innan með þér. Sá sem reis upp frá dauðum býr innan með þér. Þannig að við horfum öðruvísi á kringumstæðurnar. Þannig að jafnvel þótt við döttum niður, þá sprettum við upp aftur. Því að hann með í för. Halleluja. Og hann trúfastur. Og hann réttlátur og hann miskunnsamur. Má ég heyra amen. Þannig að hvernig tæklum við það? Ég var að tala fuglana þarna erlendis í Nýjásaldi. Hugsið ykkur, 40% fugla. Hættir að geta flogið. Út af það engin ógn. Ógnin, hætturnar hérna úti, sársauki heimsins ekki til þess gerður til þess að meiða okkur. Hann getur látið alla hluti samverka okkur til góðs. Og vinið, það góða við svona erfiða kringumstæður að egóið deyr og egóið þarf að deyja. Vitið það, mér líður bara miklu betur eftir því sem að mitt egó fer. Það þvælist fyrir okkur. En þegar við erum í Drottni og við erum sterk í Drottni, að þá getum við farið yfir hverja einustu kringumstæður og það býtur ekkert á okkur. Það bara gefur okkur eldsneyti til þess að fara hærra. Og kirkjan, þessi kirkja, verður alveg sérfræðingur í að fljúga hátt. Má ég heyra amen? Takk, Jesús. Og það áhugavert að skoða þetta með vindin. Vinir, flugvélar get ekki flogið nema í mótvindi. Þess það keyrðar hratt upp, það búin til vindur til þess að fá flugvélina til þess að lyfta sér upp. Mótvindur skiptir máli. Með sama hætti að þá fáum við enga vöðva í hinnu náttúrulega nema með mótstöðu. Ég hef oft hugsað þetta í ræktinni þegar ég að lyfta lóðum. Mótstaðan gerir okkur sterk. Mótstaðan gerir það verkum að ég verð sterkari og sterkari. Það þarf mótstöðu. Með nákvæmlega sama hætti að þá gefur Guð okkur stundum mótstöðu í lífinu til þess að gefa okkur andlega vöðva. Og við þurfum að hætta að forðast þessa kringumstæður heldur að opna hjarta okkar fyrir þeim. Og leyfa Guði að lækna. Ef að sársauki hefur sest að í hjartanu, þá þurfum að leyfa honum að lækna sársaukan. Og það okkur ekki, við erum ekki kölluð til að labba hér með blæðandi hjartasár, ár eftir ár. Við erum kölluð til að leyfa Guði að lækna hjartasárin, rísa upp og halda áfram. Má ég heyra amen? Halleluja. Guð nefnilega góður og hann veit nákvæmlega hvað hann að gera. Halleluja. Förum aftur í söguna. Þarna var Davíð einfaldlega konungurinn. Hann vildi veita vini sínum virðingu. Vinur hans hafði dáið, sonur hans hafði tekið við sem konungur. Og það sem að Davíð vildi bara gera að veita konungnum virðingu. Alveg eins og við gerum og marga þjóðir gera. Þegar þjóðhöfðingi fellur frá og þá sendum við erindreka á staðina til þess að veita virðingu. Til þess að blessa minningu viðkomandi. Þannig að Davíð hafði gott eitt í huga. En við sjáum það
að þegar hann sendir sendimenn sína á svæðið, þá nýji konungurinn greinilega komið með menn í kringum sig sem að tala inn í eyru hans skringilega hluti. Og vinir, eitt sem ég vil benda ykkur á og skiptir gríðarlega miklu máli bara í ykkar lífi, bara persónlega, burtséð frá öllu öðru. Veldu vini þína vel. Ég ætla að segja þetta aftur. Veldu vini þína vel. Ekki leyfa hverjum sem að vera í þínum þrönga hóp. Ekki leyfa hverjum sem að tala inn í líf þitt. Má ég heyra með hann? Stelpur, bara ég. Tala inn í líf ykkar. Bara segja það. Ef þið vilji orð frá Guð, þá talið við mig hérna eftir. Þannig að, svona í alvörunni talað, það eru svo margir sem að klúðra þessu. Við erum stundum í góðmennsku okkar, höldum að það sé bara málið, þá leyfum við hverjum sem að vera í kringum okkur og það ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Reyndar talar Biblían það, höldum fókus, reyndar talar Biblían það, að vera vinur allra til tjóns, sem að hljómar einkennilega út af því við hugsum elskum alla, þjónum öllum, alveg klálega. En þú þarft ekki að vera besti vinur allra. Er ég að segja satt eða er ég að segja satt? Og vinni, ég veit ekki hversu oft Guð þarf að kenna mér þessa leksu aftur og aftur og aftur. Veljum vin okkar vel, í alvörunni talað. Við kannski hlæjum aðeins í dag, en maður hefur svolítið grátið við þessu. Ég veit ekki hversu oft ég vali vini sem bara eiga ekki að vera í mínum innsta hring. Og Guð gef okkur náð að heyra röddu Guðs hvað þetta varðar, að velja vel fólki sem þú umgengst. Það skiptir máli, vinir. Það virkilega skiptir máli. Í öðru lagi, að þá hvatti Davíð á að fara ekki beina leið heim, tókuð eftir því í textunum. Davíð sagði við þá þegar hann heyrði að óförum þeirra, að þeir væru nánast strípaðir, að þá sagði hann við þá, komið við í Jerikó og staldri þar við þangað til því hafið skeggið ykkar vaxið tilbaka og þið getur komið aftur heim. Og mér finnst þetta áhugavert þegar ég fór að lesa þessa frásögn. Stoppið í Jerikó, jafnið ykkur í Jerikó. Af hverju Jerikó? Hvaða máli skipti Jerikó? Þegar þú skoða hvað Jerikó þýðir, þá þýðir það sætur ilmur. Jerikó þýðir sætur ilmur. Þegar einhver hefur gert eitthvað á hlut okkar, þá mikilvægt, vinir, að við leyfum Guð að vinna og koma inn með sætan ilm í okkar líf aftur. Það sem að gerist þegar fólk búið að særa okkur, það harðnar hjart okkar. Við verðum bitur. Við verðum jafnvel að vera reið. Við verðum jafnvel að hefna okkar. Þessi gerði þetta við mig. Ég ætla að bera út sögu þennan einstakling. Hann skal að fá að finna fyrir því. En leið Guðs leið fyrirgefningar. Leið Guðs að sleppa tökunum. Og vinir, þetta lykill og margir halda, en ef ég að fyrirgefa, ég þá ekki bara einhvers konar lúser? Ég þá ekki bara að samþykja það sem við mig hefur verið gert? Nei. Fyrirgefningin hefur með það að gera, þú sleppir takinu og þú leyfir Guði að sjá einstaklingin eða kringumstæðurnar. Þetta í raun traust á Guði. Og vinir, þegar við erum komið þangað á gönguna, við þurfum að sleppa tökunum leið og sársauki kemur inn í okkar líf, þá þurfum við að læra að fljúga. Það bara þannig. Og ég ætla bara að segja við ykkur, fólk sem að lærir að fljúga fólk sem að lærir að sleppa tökunum á sársauka. Má ég heyra amen? Vinir, þeir sem að læra að fljúga, þeir sem að læra að þroskast á göngunum með Guði, eru þeir sem að sleppa tökum á sársauka. Guð vill nefnilega lækna sársauka okkar. Hann vill ekki að við skilgreinum okkur út frá sársauka. Hann vill gera okkur heil. Og verði svo, vinir, megi hann gera okkur heil í Jesú nafni. Halleluja.
Og vinir, ég ætla bara að biðja yfir ykkur að sætleiki hans komi inn í lífi ykkar og gefi ykkur nýtt upphaf. Halleluja. Og við vitum það að skeggi talar náttúrulega bara virðingu. Frá þeim var tekin virðing og það var bara tekið mikið frá þeim. En Guð vill endurreisa okkur. Hann vill gefa okkur styrk til þess að halda áfram göngunni. Má ég heyra með? Halleluja. Og vinir margir flaska á þessu. Við þurfum innri lækningu. Og stundum þurfum við að taka okkur tíma til þess að leyfa Guð að vinna inn í hjartan okkar. Og vinir, Guð er þannig að hann kemur ekki, hann ryðst ekki inn í líf þitt. Hann er yndislegur. Hann kemur blíðlega og laðandi, hann kemur inn í hjartað og hann græðir það. Og það sem ég hef fundið í mínu lífi, ég þarf að staldra við og segja, Drottinn, mér líður svona, ég ætla að gefa þér þetta. Og mér langar til þess að gefa ykkur bara mjög stutta reynslusögu frá mér, hvernig þetta virkaði í mínu lífi fyrir cirka 25 árum síðan. Ég var gjörsamlega úrvinda, búin að fara í gegnum hrikalega kringustæður. Sibbamma mín hafði verið drepin. Hræðilega kringustæð sem að bara komi fyrir okkur. Söfnuðin okkar klofnaði í kjölfarið og þetta var hrikalegt. Það voru svona 3 ár sem voru bara hræðileg. Og ég gleymi ekki, ég var svo bitur, reið og bara virkilega reið. Ég var reið fólki. Ég var reið gagnvart Guði. Ég skildi ekki upp né niður hvað var í gangi. Veist, út af því ég hef einhvern veginn reynt að feta þennan mjóa veg, en samt hef ég lent í alls konar. Af hverju? Og vinir, það var á einum eftirmiðdegi þegar ég og Alli vorum komin heim úr vinnunni, þetta er maðurinn minn hann aftast. Við komum heim og ég var búin að þyngjast 30 kíló á okkurum 2-3 árum. Ég var bara ótrúlega þunglynd, leið illa, var í vanlíðan. Og ég og maðurinn minn tókum ákvörðun á þessum degi, við ætlum að sleppa tökunum á þessum sársauka. Fyrsta skrefið er bara að játa það út að þú hafi sársauka og þú ætlir að sleppa tökunum. Og vinir, ef að þú játar ekki það sem að er í þínu lífi, hvernig á Guð að koma inn og lækna það? Þannig að við játum það fram, það er ekkert athvört við það. Við settumst niður og við játum sársaukan okkar. Og það sem við gerðum í kjölfari við sögum, nú ætlum við að hætta að tala dauða og við ætlum að tala líf. Og vinir, ef að þú ert í sársaukaföllum kringumstæðum, byrjað að tala líf. Og hvað meina ég með það að tala líf? Ég tala orð Guðs yfir líf mitt. Ég fer með ritningastaði yfir líf mitt. Ég minni mig á mörgusunum á dag, allt megna ég fyrir hjálpan sem styrkan gjörir. Sá sem að hafið hefur í mér góða verkið, mun og fullkomna það. Hann er með mér allt til enda. Hann er upprisan og lífið. Ég og lífið í gegnum hann. Og við þurfum að minna okkur á, við þurfum að tala út yfir kringumstæður okkar. Við þurfum að tala yfir hugarfarið okkar. Við þurfum að tala yfir hjartað okkar. Og við þurfum að leyfa Guði að koma inn í hjartað og losa það sem á ekki að vera. Halleluja. Og hann gerir það með blíðlega laðandi hætti. Og á einu ári, við tókum þessa ákvörðun einhvern tímann, ég man ekki, 2002 cirka bát. Við tókum þessa ákvörðun, við vorum opbóðslega meðvituð hana, bæði ég og Alli, vorum ótrúlega pirruð á lífinu. Svolítið pirruð á hvort öðru líka. En það jafnaði sig, eins og sést. Og það er það sem að gerist, út af þetta er eins og krabbamein sem að kemur yfir allt lífið. Og það saurgast alltaf þessu og þú ert bitur og þá verður þú bitur einhvern veginn út í allt og alla. En hvað gerist á innan við árið, þá hafði allt snúist við okkur til handa. Guð var búin að breyta líf okkar algjörlega. Ég hef búin að skipta vinnu, ég held ég hafi fengið 2 eða 3 stöðuhækkun og ég er ekki að segja, aftur, ég nota alltaf, ég segi bara það sem að gerðist í líf okkur, ég hef búin að grennast 30 kíló. Ég hef bara komin í rosalega flott form. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Það sem ég vildi sagt hafa er að hugarfarið okkar hefur áhrif á allt lífið okkar.
Og vinir, ekki leyfa djöflinum að koma inn með sásök og vonbrigði og halda þér 20 árum aftur í tímanum út af því þú getur ekki sleppt einhverju. Guð mun láta þetta allt samverka til góðs. Og vinir, hann hefur gert það svo sannarlega með líf okkar alla. Við höfum farið bara eftir drottni og við, eins og Biblían kennir. Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og allt annað mun veitast þér að auki. Og það yfirflæði á öllum sviðum, fjárhagsbörnin okkar á öllum sviðum, þá yfirflæði. Af hverju? Út af því hann réttlátur. Þetta hefur svo lítið með mig að gera. Ég bara fylgja honum hver sem hann fer. Halleluja. Dýrsekviði. Allir í stöði hér í dag? Ég ætla að vona það. Þannig okkar leksía á þessari sögu. Farð á staðinn þar sem sætur ilmur. Sjá ykkur. Farð á staðinn sem sætur ilmur. Hvaða vin áttu sem að talar í þig líf og gleði Guðs? Áttu vini sem að stappa í þig stálinu, sem að minna þig á hver þú ert og minna þig á hver Guð er? Eigðu guðlega vini. Eigðu vini sem að hjálpa þér á beinu brautinni, þannig að þú sért ekki að vafra til beggja hliða heldur þú rati beinabrautir. Og vinir eru svo öflugir. Og ég svo blessuð, ég á ekki bara vini hérna, stelpurnar mínar, ég á frábæra maka sem hjálpa mér á göngunum með Guði. Þvílík blessun. Alli minn. Champion. Halleluja. Þannig að leyfum Guð að lækna okkur. Leyfum Guð að eiga við hjart okkar. Ekki öskra, ekki hefna þín. Vertu ekki einu sinni að því að svara tilbaka. Og í Rómverjabréfinu í 12. kafla, bara þannig að þið vitið að ég segi að byggja þetta algjörlega á því sem að orð Guð segir. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuði. Látið reiði Guðs að refsa eins og rita þér. Mín hefndin. Ég mun endurgjalda, segir drottinn. En ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta. Elskaðu bara fólk. Gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Með því að gera þetta safna þú glóðum els á höfuð honum. Og svo númer 21, og þetta alveg lykilatriði. Lát ekki hið illa sigra þig. Heldur sigra þú illt með góðu. Vinir, sigrum illt með góðu. Ekki láta hið illa sigra þig. Sigraðu illt með góðu. Farðu til Jerikó og leyfðu sætum ilmi himneska föður okkar. Að gefa lækningu inn í líf þitt. Að blessa líf þitt. Halleluja. Vonað á drottinn. Það sem við gerum stundum í svona kringumstæði, við förum að forðast fólk, við förum að forðast út af því að hjart okkar sett, við förum að loka hjart okkar. En það sem að Guð vil gefa okkur traust á sig, þannig að við opnum hjart okkar enn frekar. Þess vegna segir hann við okkur, elskaðu óvini þína. Það slítur böndum öllum sem halda þig tilbaka þegar þú fer að elska þá sem koma illa fram við þig, þegar þú fer að biðja fyrir þeim. Það það sem við eigum að gera, við eigum að biðja fyrir þeim. Og vinir, hann með síðasta svarið, hann svarið. Halleluja. Og Jesaja 40, ungi menn þreytast og lýjast, æsku menn njóta og falla. En þeir sem vona á drottinn, fá nýjan kraft. Þeir fljúga vængjum sem ernir, þeir hlaupa og þeir lýjast ekki. Takið eftir þessu. Þeir sem að vona á drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir hlaupa og þeir lýjast ekki. Af hverju? Út af því að kraftur er ekki frá þeim komin, hann komin frá drottinn. Og Guð vil gefa okkur öllum kraft til þess að fara að svífa yfir kringumstæðurnar en ekki láta þær knosa okkur. Og verði svo í Jesú nafni. Halleluja. Eitt svona bara alveg á lokum. Filistarnir áttu borgina Jerikó. Áður fyrr. Filistarnir voru eins og víkingarnir. Þeir voru alltaf að hefna. Og vinir, í eðli okkar, út af því við erum öll víkingar,
þá erum við rosalega uppstökk. Bara segja ykkur það. Jóhann sérstaklega uppstökk. Bara varið ykkur á henni. Nei, ég að grínast. Við erum öll sem víkingar út af því að það býr í hjarta okkur, við erum uppstökk. Og Filistjarnir voru þannig að þeir voru að hefna sín alveg mann fram á manni og blóðið rann. Við þurfum að leyfa Guði að taka hefndina. Við þurfum að leyfa Guði að lækna þetta og treysta því að hann mun vel fyrir sjá. Halleluja. Má ég heyra amen. Og ég virkilega trúi því, ef við sleppum tökunum á sársauka fortíðarinnar og við vonum á Drottinn, þá munum við styrkjast, við munum eflast. Við verðum fullorðin á göngunum með Guði. Við hættum að taka hlutunum svona persónlega. Og við gerum eins og Jesús sagði lærisveinum að gera, ef þið takk ekki á móti ykkur, dustið þá rykið. Látið ekki hlutina setjast á ykkur, dustið af ykkur rykið og haldið áfram. Og vinni, hér í dag það fólk að fara að dusta af sér rykið og halda áfram. Hverju vilja dusta af sér rykið og halda áfram? Amen. Tísik við rísum að fætur. Halleluja.